Góðan daginn, ágætu vinir og velkomin til staðarins okkar. Við vitum orðið hver hann eða ekki. Koma með borðið út fyrir sjóndellaringinn. Sér staðins í það, þarna allt í lagi. Það svo fallegt þetta borð, það má alveg sjást. En páskarnir eru að baki. Og páskarnir eru upprisuhátíð. Upprisuhátíð, má segja, Kristur. Hann á himnum í dag og hann gaf okkur niður það sem við þurfum til þess að geta fylgt honum. Hann gaf okkur trú í hjartað og trú sem að flestir vilja nú rækta samviskusamlega, en svona misjafnt hvað menn eru duglegir við það. Það er hægt að vera duglegur við allt, alveg sama hvað það er, en þú getur verið duglegur við það. En þú getur líka verið alveg drauglatur og löt við það. Það fer eftir því bara hvað þú vilt og hvernig þú velur að lifa þínu lífi. Það er enga ákvörðun mín og það er enga ákvörðun þín fyrir þitt líf og þetta verður aldrei frá okkur tekið, að svona er þetta. En að því að við erum að fullu eðli, syndin er merkjum fallið eðli og við fæddustum öll inn í þetta synduga líf og ólustum upp með henni og þekktum ekkert annað þangað til að Drottinn valdi fyrir sig sjálfan að láta mig, segja það, þekkja sig. Og þá uppgötvaði ég það að þessi frelsari er raunverulegur. Hann vann sitt verk á jörðinni og gerði allt undirbúið. En þessi skilningur, þú fæðist ekkert með hann. Þú ert sennilega alla þína ævi að meðtaka hann eins og Drottinn vill að þú meðtakir hann. Þannig að þú ert alltaf að læra. Þú verður aldrei fullnuma í orði Guðs og það er nú eitt þakkarefnið sem við eigum, að við verðum aldrei fullnuma í orði Guðs, sem segir mér það, Konráð. Þú getur enn bætt við þig. Og það gerir að verkum að trúargangan verður áfram spennandi. Og hver dagur í raun og veru með sinn spenning í för með sér. Og þegar eitthvað er spennandi er það um leið líka svona áhugavert, já, og getur verið skemmtilegt. Svona eigum við að lifa lífinu, við eigum að hafa það skemmtilegt. Er það skemmtilegt? Ég hef þetta að tala fyrir mína parta, já, fyrir mína parta er það nú mjög skemmtilegt, en ég er ekki þú og þú verður auðvitað að svara þessari spurningu fyrir þig alveg sem ég hef gert og ég er nú alveg að fara þessa leiðina með mitt líf og akkur ekki. Ég á Jesú. Ég þjóna Jesú. Ég er í samfélagi kristinna manna. Og Drottinn kom mér inn í samfélag. Það var eitt af því fyrsta sem að vaknaði með mér þegar ég frelsaðist. Árið 1989 ég er að vera í samfélagi. Og ég var náttúrulega í samfélagi með lifandi Guði og fyrstu árin þá var ég í samfélagi við lifandi Guð, svona 99% leyti. Svo, sem sagt, ég lauk því ekkert, svo steg ég inn í samfélagi annara trúara mann og kvenna. Og þar er ég enn í dag, búin að vera þar í 26 ár, bróðum. Ekki reyndar á sama stað, en samfélagi samt og ég sé ekki neitt mun á þessu samfélagi. Þetta eru bara samfélag trúara mann og kvenna og það ríkir jafnræði þar, segi ég nú. Og það getur vel verið að menn sé að hlaupa úr þessum samfélagum, en það er þó vegna bara persónulegra ástæðna og atvika sem að ég raun og veru kemur trúnni ekkert við. Og þetta er nú einmitt það sem að Drottinn er að vinna í og fá okkur ofan af, það er að vera með þessa goggunarröð. Fólk er bara fólk og við þurfum að læra að treysta Jesú og þess vegna erum við að tala Guðsorð.
Þess vegna erum við að tala það sem við erum að tala, því að þetta er Guðs orð og það kennir okkur umfram allt að þekkja Jesú. Það er það sem það gerir. Og þegar þú þekkir Jesú betur, að þá blínur á hann, þá er fólkinu alltaf það er þarna til staðar, en það skiptir ekki öllu máli fyrir þig. Fólk kemur og fer. Að þú ert áfram með rörsýnin á Jesú, þannig að það í sjálfu sér breytir engu hvað þig varðar sjálfan og hvað þína trúargöngu varðar. Þetta er mjög mikilvægt einmitt að við áttum okkur á því í hvernig öllu þessu liggur, því að þetta er sagan. Þetta er saga hins trúaða manns. Hún er þetta, hún er svona, hún er ekkert öðruvísi. Við fræðum okkur upp úr orði Guðs, Biblíunni, og þar höfum við alla þessa kennslu. Orð Guðs er mörg þúsund ára gömul bók, en hún er að öllu leyti gild, því að í raun og veru þá hefur ekkert breyst. Umhverfið okkar tekur breytingum og það er mikill ræðu og því það er ekki nokkulega að fylgjast með neinu sem þar gerist, nema mjög litlu leyti. En manneskjan og þú, við erum söm. Og þetta veit Drottinn og hann þarf því ekkert að vera að endurskrifa Biblíuna á 10 ára fresti til að ég skilji hana. Hann er ekkert að fylgja henni til þróun okkar mannana, en hann vill að við fylgjum sinni þróun. Það var allt saman gert kvitt og klárt fyrir mjög löngu síðan og löngu áður en að þú komst inn í veruleikann, en þú varst veruleiki Drottins frá grundvöllum heims, trúir því. Þetta er mjög magnað að velta Drottni fyrir sér, því að þá sér maður líka þennan risastóra Guð sem planleggur, gerir áætlanir, fyrir ekki á stað þegar hans áætlun er bara kvitt og klár. Og árangurinn er þessi veröld, þessi veruleiki sem heitir jörð. Og öll sköpunin sem þar er verk handa Drottins, ég kom ekki nálægt því. Og sjálfur er ég eitt sköpunarverkið lifandi Guðs, sem hann var með áætlun að birtist á þessum tíma, á þessu ári, já, árið sem ég fæddist, og þú getur sagt sama þig sjálfan. Er það svona merkilegur? Í augum Drottins, já, ég er það kannski ekki í þínum augum, en ég er það í augum Drottins, en samt ekkert merkilegur en þú. Þannig að við sjáum að Drottinn er að hugsa þetta mál allt öðruvísi en við, og hann er með allt nellt niður hjá sér. Við höfum Biblíuna, eins og vorum að tala á það, og hún mörg þúsund ára gömul bók, en hún er í fullu gildi, eins og vorum líka að tala það hefur ekkert breyst. Við erum ennþá að glíma sömu glímu og við lesum í orði Guðs, sem skrifuð var fyrir mörg þúsund árum, eins og vorum að tala Við erum ennþá með þessi vandamál sem að Biblían er að tala að voru uppi þá. Höfum við þá ekkert lært? Ekki er það að sjá, nei. Og þetta snýst ekkert að það læra og ekki nema orð Guðs og leyfa því að breyta sig. Þú breytist ekkert í einhvern fljúgandi furðufisk eða fugl í þessu nafni, í Jesú nafni. Nei, þú breytist að því leyti til að núna þekkir þú Drottinn betur en þú gerðir fyrir 10 árum, segja það. Það er vinningurinn, það er vöxturinn, það er ávinningurinn. Og þú ert að lesa orð Guðs, að þið Drottinn uppáleggaðu þér að lesa orð Guðs. Og þú vext í trúnni af orði Guðs og af að reyna trúna. Það er mikilvægt að við viljum reyna trúna, það er misjafnt hvernig það er. Við nennum ekki að reyna trúna, við höfum það sé svo leiðilegt. En það er mjög skemmtilegt einmitt að reyna trúna, því að hún gefur okkur auka skilning á því hver Guð er, og það er akkur í, fyrir hvort sem er mig að þig, að við fáum þennan skilning, já, auka skilning og auka skilning og auka skilning á hver hann er. Og þú sér sjálfa þig í þessu ljósi og þú segir, já, ég vil fylgja þessum lifandi Guði sem gerir þetta allt.
Þannig að þú ert ekkert að pæla neitt svo mikið í heiminum og flugferð hans. Það breytist þar allt frá degi til dags, liggur mér við að segja. Og ég man eftir til að mynda, ég úr Hafnarfirði og fæddist 1953. Og ég man vel hvernig Hafnarfjörður var, já, eftir ég var 6 ára, ég bjó nú á öðrum stað til 6 ára aldurs. Og maður kynntist því hvernig þetta var í Vesturbænum, það var best þar, vitið það. Þessi bær er ekki svipur á sjóni á því sem hann var þá. En ég þakka fyrir það að húsin eru nú flest uppistandandi af þeim húsum sem voru þá uppi og svona götumyndin er sama. En þetta er ekkert sama hverfið og var þegar við voru þar strákar, já, að æxlast á götunum. Það máttu við nefnilega vera hvar sem var. Við vorum hvar sem var. En þetta umhverfi er allt þarna, það er orðið breytt. Og hugsunin orðin allt önnur í dag en var þá. Það er fátt viðburði þannig séð fyrir okkur vegna þess að við erum svo góðu vön. Ég man eftir því þegar að svona sjónvarpi var að byrja að koma eftir 1960. Og þar voru við sögðum ríkt fólk og við komstum að því að einum kletti, það var þarna hraun, við fórum upp á þennan klett og þá gátum við hort á sjónvarpið í einu húsi hjá einum af þessum svoköllu efnuðu mönnum, hvort hann var efnaður eða ekki, ég veit ekki, það var að tala þannig. Og þar lágu vinirnir að horfa á sjónvarpið. Ég man nú ekki hversu lengi við endustum í þessu glápi hverju sinni en við gerðum þetta nokkru sinnum. En svo þetta hætti það, eins og þetta gengur allt yfir og svo sem ekki viti því að gera þetta. En þetta gerðu við bara til þess að geta hort á sjónvarp. Og þá var ekkert íslensk sjónvarp, þetta var fyrir íslenska sjónvarpið en kaninn var að nást svona, já, á Stór Reykjavíkursvæðinu svona ágætlega. Og þetta fólk var að horfa á kanasjónvarpið og við út í raunni að horfa með því á hérna sjónvarpið. Ég veit ekki hvort þú vissu af því að væri einhverjur hérna gluggagægir eða hérna út í rauninni að horfa. Allavega man ég alltaf eftir því að þá var alltaf dregið fyrir. Þannig að hefur komið upp á klettinn sinn og þá bara blasti sjónvarpið, það var í langri fjarlægð og maður svona kannski sá myndina svona nokkurn veginn en þetta var í langri fjarlægð og myndi bara agnar smá. En þetta lét maður sem hafa og hafði gaman að. Þannig að það var ýmislegt gert og við nýjungagjart fólk alveg svo er í dag og vorum tilbúinir til þess að gera það sem maður taldi þurfa til þess að ná í þetta og við náðum í þetta með þessum hætti. Hórum upp á þennan klett, ég held að sé nú reyndar ennþá þessi klettur, það er ekki allt orðið breytt. Og þaðan horfðum við innum þennan ágæta glugga og skemmtum okkur alveg konunglega við það sem við vorum að sjá, því að við vorum að fara til að horfa á sjónvarp og það var þarna. Svo ég man ekki hvenær sjónvarpið kom heima, en það var ekkert sjónvarp heima þá og bara útvarp. En við vorum nú samt þarna heima komið fljótlega með sjónvarp. En það var allavega ekki komið þá. Já, hvenær kom það heim? Ég man það ekki, 65 kannski. Þetta hefur verið 64 líklega. Já, sennilega 64 og Bítlarnir komnir upp og við byrjaðum að hlusta á það og hrífast þessi ósköpun öll. Og það var nú eitt. En þá þekkti maður ekki Jesú. Og náttúrulega gerði eins og bara heimsins fólk gerir, það leitar og finnur ýmislegt og ekki allt kannski neitt sérstaklega gott, en það kom í ljós þegar maður fór að kanna það. Að þarna var það. Og þetta er einst í dag. Nema við erum bara í dag að kanna alltaf aðra lendur en við vorum að kanna þá. Núna erum við ekki svo mikið í að leita að einhverju drasli til þess að horfa á.
Við eigum þetta allt og með meira því að við kannski kærum okkur um. En við erum ennþá á þeim stað eftir að trúin kom að leita stöðugt í hana og vera stöðugt undir henni og vilja þiggja hana. Og það var eins og með þetta ágæta sjónvarp sem við leituðum uppi og fundum og fórum til þess að horfa. Þá gerum við eins með orð Guðs að við förum til orðsins og stúturum orðið með það fyrir framan okkur í bók sem heitir Biblía. Og við erum að nema, alveg sem við vorum eltast við þetta sjónvarp á sínum tíma og horfa á eitthvað úr kananum, og þá erum við að upplifa lifandi Guð, raunveruleika, alveg svo við sjálf erum raunveruleiki, þá er Guð fyrir okkur raunveruleiki og engin spurning eitthvað annað. Og þetta erum við að láta eftir okkur sem fullorðnir menn, já, gamli kallar eins og ég, og þreytustum ekkert á þessu. Af hverju? Til hvers að þreytast á því sem er það besta sem við eigum. Og Drottinn segir að sá sem treysti sér og fylgir sér, hann lýs hvorki niður þreytist. Það er nákvæmlega þetta sem maður er að upplifa. Áratugum seinna er maður ennþá jafn áhugasamur að vita meira orð Guðs eins og bara var þegar maður var blautur á bak við eyrun og vissi raunverulega ekkert Guð. En vissi jú hann var til, hann var fyrsta opinberunin. En hver hann var, hvað hann gerði, hvað hann vildi, það bara kom í tímanum. Og við erum öll kölluð. Og köllin mín núna, hún er nú þessi að tala við þig, orð Guðs, og gera ýmislegt annað. En hún var til að byrja með, þess að ég líka talaði en uppgötvaði löngu seinna, hún var að biðja. Það var sem merkilegt, en mér fannst það ekkert merkilegt þegar en ég svona eftir á fór að hyggja, fór að skoða þetta, þá sagði ég þetta var mín köllun. Við kannski lítum ekki á bænalífi eða svona bæn, svona alveg stöðuga bæn sem köllun okkar. Hún getur alveg verið það, hún var þá hjá mér. Í þessi ár sem ég bjó í Neskaupstað, mér er nú tamt að tala þá tíma því að það voru góði tíma fyrir mig. Mér er tamt að tala þá og þetta var köllinu mín. Ég vann bara mína vinnu hver dag vikunar og svo framvegis og þáði mín laun fyrir þessa vinnu. En þetta var Guðsverkið, það var að biðja og náttúrulega að lesa og stúdera orð Guðs og ég var líka að skrifa og hendi inn einu síðu inn á mokkan. Þeir voru þeir einu sem að birtu þessar greinar, kristnu greinar, og ég gerði nú reyndar ekkert rosalega mikið af því, en alltaf einn og einn sem kom. Þannig að þetta voru góðir tímar og samt eru fínir tímar í dag og ekkert verri tímar núna í Jesú nafni en voru þá. En þeir eru orðnir svolítið öðruvísi, maður hefur svona meira umleikis af því sem maður vill hafa umleikis og hafa í kringu sig og getur framkvæmt þetta alveg sem maður vill sjálfur framkvæma það. Og Drottinn lagði línurnar þar og skaffaði verkfærin í það og ég er með þetta allt í kringum mig. Og ef þetta hefur bilað þá hef ég getað endurnýjað það. Drottinn bara kemur með örin þegar á þarf að halda. Ég man eftir því þegar ég var að fá þessar vélar mínar fyrst, þetta voru rándýrar vélar, maður það. Og ég var stundum að velta í fyrir mér, ég náttúrulega er ekki ríkur maður og þú haldir það, þá er ég það nú ekki. Og ég man alltaf þetta í að maður stundum að hafa svona uppundir áhyggjur að því býttu hvernig verður maður að því að endurnýja þetta véladót sitt þegar slitna því að náttúrulega við vitum það að allt sem allar þessar vélar það slitna og ganga úrstjör og það gerðist með þessa vél. Þó hún væri góð og flott og fín og allt saman það, fyrsta véli mín, mjög fín vél. Og svo kom að því að hún var, hún reyndar ekki, hún bilaði nú ekkert, en þetta var spóluvél og þá voru þeir konum með þessar digitalvélar og bara kubbin sem nú tekur upp á og stingur í tölvun og vinnur þar. Þannig að maður sá að þetta var svona til þess að losna við hennar spólukostnað, þá sá maður að það væri heilmikil hagkvæmni í því að kaupa sér svona vél með
kubbin í, og já, man ekki hvað þetta heitir, og þá, þegar maður fór í þessa átt, og það er orðið allmörg ár síðan það var, og þá leið datt niður allur kostnaður af spólum, og þær kostuðu nú sitt þessar spólur. Ég man eftir því ég keypti þær í Fjarðarkaupum, af því að þær voru ódýrastar, Fjarðarkaupum í Hafnarfirði, og þær voru ódýrastar, en þær kostuðu manni 1100 kall klukkutíma spóla. Og þú tókst klukkutíma spólu var mjög hratt, og ég var nú með þann sið á að ég vildi ekki taka yfir. Því svona, manni var kennt að svona gæði minnka ef maður tekur yfir. Ég gerði það nú reyndar einstaka sinnum, en ég gerði það mjög sjaldan, og ég keypti alltaf spólu þegar ég ætlaði að fara að gera eitthvað. Þannig að þetta var töluverður kostnaður að fara þessa leið, en Drottinn einhvern veginn sá fyrir þessu öllu saman. En svo sem sagt koma þessar vélar með diskinu litla ljóta sæta, og eins og ég var að segja að þá datt niður allur filmukostnaður, og það munaði það, skal ég segja ykkur. Og núna er þetta þannig að maður alltaf bara tekur upp á þessar ágætu vélar og upp á þessar ágætu diska og vinnur þetta í tölvunni eins og við gerum, og svo þurrkar maður bara út af disknum og þá er hann eins og nýr. Þannig að þú þarft ekki að kaupa þetta einu sinni, en ef þú náttúrulega tínir hana þá kaupir annan. Við erum nú passað samt fólk, þetta kristna fólk, og erum með þetta på góðum stöðum, því við viljum varðveita þetta vegna þess að við þurfum hvort þeir að nota þetta. Við viljum geta greipið til þessara verkfæra þegar við þurfum á þeim að halda, og þess vegna erum við með þetta allt saman í röð og reglu, og það hafi ekki verið vandamál hjá mér að ég hafi ekki haft disk til þess að nota. Þetta er mér fúlasta alvara við það sem ég er að gera. Ég get að lofa þér því að ég er ekkert að djóka neitt með þetta. Ég hef alltaf tekið þessu mjög alvarlega og litið á þetta sem alvöru vinnu og alvöru verk og alvöru boðskap. Og ég held að þú sért alveg sammála því. Og þetta getur þú líka gert, en það verður alltaf neitt úr þessu nema þú takir þetta alvarlega. Þú eru náttúrulega fyrst og fremst að trúa því að akkur sé í að gera þetta, og það hefur aldrei verið neitt efi hjá mér akkin í þessu verkefni. Akkur ég veit ekki hroki, örugglega í þínum augum, en það er vegna þess að ég veit hver Drottinn er og ég veit hvað ég stend. Ég hef alltaf vita hvað ég stend í honum, og þá ertu búin að einfalda þetta mál mjög mikið. Þannig að sumt er ekkert að vefjast fyrir þér lengur, og það þarf að vera með trúna sína þannig, hún vefjist ekkert fyrir okkur lengur, og við gerum það sem Drottinn er að segja, og við gerum það bara narreist. Ef einn er góður guðsmaður, þá skalt þú bara líka vera góður guðsmaður, og þú getur það orðið það. Ef hann getur það, þá er það vegna þess að hann og hún treystir Guði, og þú bara treystir Guði með nákvæmlega sama hætti, og þú verður þessi frábæri guðsmaður. Nú passar þig á því að vera ekkert að hrókast upp og blása þig upp af því. Það er aukaatriði. Og þú sem þetta vinnur þetta samviskusamlega, og þú lofar Guði hverju orðið þínu má segja, því þú ert að lyfta upp hans nafni. Og það er það sem við erum að gera hér. Ef Drottinn hins vegar vill heiðra mig fyrir þetta, þá gerir hann það bara. Ég er ekkert að biðja neitt um það. Ég vil lyfta hans nafni, því hann er mér allt, og hefur alltaf verið mér allt. Og hann er enn mér allt, og verður áfram mér allt, ef Guð, já, ég bara bið Drottinn um það, að svo sé. Þannig að ég er ekkert að veiklast neitt í þessu, og ég er miklu frekar að styrkjast í þessu, já, frá degi til dags, þannig að ég er ekki að fara neitt, og get glattið með því. Þess að við mátt tala hér, að þá er langt síðan maður komst að því, að Drottinn tjaldar ekki til einnar nætur með neitt verk sem hann gerir. Og þú sem hefur verið að fylgjast með þessum þáttum til að mynda, og þá veistu það, þeir eru nú búin að vera bara all lengi, löngu, ég er löngu hættur að telja dagana árin sem liðin eru, og þau skipta engu máli.
Af hverju? Ekki Guð í dag? Ert þú ekki upp í dag? Ég upp í dag? Ekki kollinu mín og kollinu þín? Jú, við sinnum henni. Það svona hlaupið okkar. Við sinnum því sem Drottinn að kalla okkur til að gera. Ég sem einstaklingur, ég þarf að sinna minni köllun. Þú sem einstaklingur, þú sinnir henni líka, en ertu að því? Þetta góð spurning sem gott að spyrja sig sjálfan, og ef maður eitthvað slugsast við þetta, þá getur maður að tekið sér taki. Bara henda þessu leti út og ekki núna, og bara breytir stíl. Það það sem maður gerði. Maður breytir stíl. Og þess vegna sinnir maður þessu bara og gerir með sömu gleði sem maður hefur alltaf gert. Þetta alltaf langt í þig, Konráð minn, segiru. Ég bara ekkert saman að því. Veistu af hverju? Því Drottinn vill að þetta sé svona. Og hvað gerir ég að vilja eitthvað breyta því? Segist ég ekki vera þjónn hans, verkfæri hans? Jú. Og þá leyfum við náttúrulega verkfærinu mér að þá leyfir verkfæri ég Drottinn að nota þetta verkfæri sitt eins og vill, og ef hann vill 40 mínútur þá bara færa hann þær, gjörðu svo vel. Þetta stutt og snögg svona sem við segjum að menn horfi á, það er vegna þess að menn bara hafa ekki tíma í neitt. Það nú það versta. Ef þú ætlar aldrei að setjast niður og gefa einhverju tíma, hvar þá þekkingin? Hún bara hipsumast út allt og lítil og hún hvergi mikil, en hún á að vera mikil til að mynda í orði Guðs, og ef þú ætlar að fá mikla þekkingu, þá verður þú bara að að gefa þér tíma. Hvort sem að hlusta á 40 mínútna góðan þátt eða lesa í orði Guðs. Þetta allt tími. Þetta vinnur allt með þig. Þú ert að gera það í trúnni þinni, þú ert að gera það í Jesú nafni. Og þetta það sem við viljum. Ég veit alveg hvernig trúaður maður hugsa. En ég veit líka að hann getur oft að berjast við þetta. Og við sjáum, Drottinn talar aga, og við tölum stundum aga, og líka hvað okkur leiðist hann óskaplega mikið þessi agi, en ég nú reyndar ekkert sammála því, ég kann vel við agan. En ekki var ég svo agaðast í öllum heiminum lengi vel, en ég tel mig nú vera ágætlega agaðan í dag, og ég þakka þetta Guði fyrir það, og ég hef líka ber því vitni að agin góður. Hann heldur utan ákveðna þætti til að mynda sem Drottinn hefur treystið fyrir, og hann sér í aganum undir afli agans og þetta trúnni, þetta er alltaf virka. Eins og ég segi, og ég stend á því, að Drottinn tjaldar ekki með neitt til einnar nætur. Það hafa komið þeir tímar í mínu lífi til dæmis með þetta verkefni sem ég er með hér, að er þetta ekki verið ágætt, er ekki bara að fara að leggja þetta niður og fara að gera eitthvað annað. En hvað annað? Þetta er köllun mín. Að gera þetta nákvæmlega svona sem ég er að gera. Og við viljum hafa þetta stutt og snöggsóðið, og við þekkjum það. Það er nú ljóður á ráði kristinna manna að þeir vilja koma með eitthvað bara henda eitthvað fram og eittir og bingo búið. Þeir nenni ekki heldur að hafa neitt fyrir þessu, því miður er það oft þannig. En fólk verður að venjast í og læra það að sumt hreinlega tekur tíma. Þú getur ekki fengið allt bara með því að horfa augnablik þar og augnablik þangað. Þú verður einhvers tíman að stoppa og fá þetta almennilega til því og nærast að því. Og það tekur tíma. Hvað er háskólanám langt? Bara segjum það. Það eru mörg ár. Og þá verður þú læknir eða lögfræðingur eða hvað sem er, og eftir margra ára nám. Og það er strembin vinna að sitja á skólabekk. En svo þegar kemur að því að einhverju öðru í lífinu, þá viljum við bara fóta bara nógu snöggt. Engin tími til þess að horfa á þetta maður, þetta er allt og langt. Og þeir eru með 2-3 mínútur núna, það er bara ding, ding. Og hvað skilur þetta eftir? Einhverju hugsun og engin svör. Ef þú ætlar að útskýra einhvað, þá verður það bara að gera svo vel að gefa þér tíma í það. Það gera allir góðir kennarar.
þeir gefa útskýringunni tíma fyrir nefnunduna. Það þýðir ekkert að vera með eitthvað snöggsóðin eitt það. En þetta snöggsóðin á okkar út allt, horfðu á netið. Bingo, búið. Og hvað verður að segja? Það veit ég ekkert. Það nýtur að vera eitthvað gott, segðu við. Þetta nútíminn í hraðanum. Í hraða sem hann ræður raun og veru ekkert við. Og hraðinn gerir að verkum að þú stoppar hvergi, menn stoppa hvergi. En Drottinn ætlaði þér að stoppa. Meira að segja ef að stundin okkar of löng og þá byrjum við að horfa á klukkuna og þetta og bara vera hérna til að enda í vinnar. Hún var þetta síðan lengra en venjulega. En við getum hvergi stoppað. Og við þetta kristna fólk erum ekkert öðruvísi að þessu leyti, en við getum alveg orðið öðruvísi. Af því við höfum orð Guðs og leyfum því bara að kenna okkur og læra og já, svo treystum við bara Guði, ekki? Treystum bara Guði, segir við. Og heldur, já, raggið með okkur sjálf, gott að treysta Guði. Þá skulum við líka treysta honum. Þetta svona hipsum haps, þetta í dag, annað á morgun. Þetta líf allt og margra. Af hverju? Eins og ég segi, það vantar alltaf festu. Festan, þessar festur sem voru svo góðar, það er búið að losa alla hæla og þessum festum. Og tjaldið það bara svignar og sveiflast og svo hvenær fíkur það í burtu, við veitum það ekki. En örugglega kemur að því að þetta fíkur allt í burtu. Og hvað þá? Það bara skemmt. Við viljum enga skemmt. Við viljum að þetta virki eins og hjá mönnum. Þess vegna segi ég það, við förum aftur í orðið og verðum að muna það að orðið mörg þúsund ára gömul bók. Og við erum að læra upp úr henni og við erum að sjá birtingamyndirnar í henni eins og við erum að horfa á í dag. Og við segjum, hei, það hefur ekkert breyst. Og það hefur ekkert breyst. Af hverju þá ekki bara sökkva sig niður í lærdóminn í orði Guðs og fá haldgóða leksju lífið sjálf og hvernig maður getur gert það ennþá betra. Það líka, já, orð Guðs talar lífið og líka hvernig þú getur gert það betra. Og við sjáum það að með því að fara eftir orðinu þessar mörg þúsund ára gömul bók að þetta að virka. Eins og vorum að tala um það, af því að það hefur ekkert breyst. Mannlegt eðli samt þessi, hjartað með svipaða pælingar og hjörtu allra manna alveg frá grundvöllum veraldar og landana var. Og við getum á öllum tímum tekið rangar ákvarðanir. Við sjáum með fyrstu 2 manneskjurnar, þær tökum heldur betur rangar ákvarðanir. Af hverju? Þannig að þær hlýddu ekki Guði. Já, ekki. Hvað sagði ekki Guði við Adam og Evu? Af öllum trjánum í garðinum megiði eta af, en ekki snerta tréð sem stendur í miðjum garðinum. Það var einmitt það sem þau gerðu. Af hverju? Það var náttúrulega ástæði fyrir því, þau fóru að tala saman, þetta ágæta fólk. Og pæla og velta fyrir sér ýmsu og svo fóru þeir að pæla hérna mennst þetta í þegar hann sagði okkur að ég mætti ekki snerta þetta tréðað í miðjunni í garðinu. Já, ég man þetta því, sagði annarkvort Adam eða Eva. Og svo fóru þau að velta því öllu saman fyrir svo hverju ætla hann hafi sagt þetta. Og annar kannski sagði, ég hef ekki bara kannað. Svo förum bara það ekki drepur okkur nú alltaf og við skoðum tréð þess. Það getur ekki verið. Og þetta var niðurstaðan. Og þau fóru. Og þar var einn að skottast. Alveg svoleiðis bráðfyndinn einstaklingur. Og þau hlógu. Hann var virkilega flottur þessi. Og svo, sem sagt,
tekur tíma, hver langar tíma það tók, það tekur nú tíma að samfæra menn með lyginni, það vitum alveg hvað þetta er. Svo allt í einu er það bara komin inn. Búin að umsnúa hjartanu. Og hver voru fyrstu viðbrögð þessara manneskju? Þegar Drottinn talaði við, átti yndislegt samfélag við og yndislegasta samfélag sem nokkrar manneskjur og í þessari jörð hafa átt við sinn Guð. Nú var allt breytt. Adam, hvar ertu? Allt í einu er komin upp þess stað. Og Adam og Eva bara hoppuðu eins og lítil börn þegar þau vissu að Drottinn var að koma, nú var allt breytt. Og hann hrópar kannski nokkru sinnum. Allt í einu hreyfist ykkur laufrúa þarna kringum og upp úr laufrúunni rís Adam. Ég var hræddur og ég þorði ekki að koma þar og kalla þér eitthvað í þeim dúr. Hræddur. Hann þekkti ekki þetta orð áður hræddur. En núna var hann búinn að uppgötva hræðslu. Og það er eitt mesta meinsemd í mannheimum, það er þessi hræðsla. Ótti, við hvað? Allt og ekki. Þannig að við sjáum að við sækjum í skemmdina. Af því að við vitum ekki neitt nema bara það sem er í kringum okkur. Við sækjum í skemmdina og við erum forvitin og leyfum forvitin að draga okkur þangað þó að Drottinn hafi sagt á þau þvert nei við þessu, látið þetta eiga sig. Trúið þessu. Hvað segir ekki Drottinn við alkohólista sem er búinn að vera frá þessu í mörg ár? Sama og hann sagði við Evu og Adam, snerti þetta ekki, látið þetta bara vera. Og sá sem ætlar að vera áfram metrú, veit alveg hvað hann á að gera, hann snertir þetta ekki. Þess að hann líðir ábendingunni sem hann fekk. En það er ekki allir sem gera það. Ef að Adam gerði það ekki. Og þau skottuðust til þessa trés og til þessa bráðskemmtilega einstakling sem fekk þau svolítið til að hlæja það að hálfa var nóg. Hann var með leikarskap, hann var með plott, hann ætlaði að ná þau svona. Hann vissi alveg hvað hann ætlaði sér og hann byrjaði á því að vinna þau á sitt band. Flottur náungi þarna við tréð maður, hvað var Guð að meina, ég skil þetta ekki. En hann var með annað í huga, hún var alveg saman þetta fólk. Hann var kominn í stríð við Guð þarna og hann var kominn með eitthvað sem var augnaendið hans, manneskjur, ég ætla að nota þau gegn Guði. Þetta er illskan í öllu sínu veldi, en þetta vissi fólkið ekki. En við vitum það í dag, því að það er orðinn alllangur tími þarna á milli. Og jörðin er smátt og smátt að verða auðn, eyðilegging, en Guð er hinn sami. Þess vegna vil ég þjóna honum. Hann er hinn sami. Ég hef hann í orði Guðs. Við getum farið eftir því sem orð Guð segir, að því hann er hinn sami. Hann er hinn sami Guð og gekk með Adam og Evu í kvöldsralanum. Yndislega stundir. Og eigum við ekki enn þessar yndislegu stundir í návist Drottins? Jú, það hefur ekkert breyst, ekki heldur þetta. En þetta eigum við að sækja í. Og svo er Guð fyrir að þakka mörg okkar sækjum í þetta og viljum hvergi annars staðar vera og líður best undir þessu afli og við förum inn í samfélagið. Samfélag trúara manna. Við horfum að Jesú. Ekkert svo mikið á fólkið því að það er ómögulegt og þú og ég. Þannig að Drottinn trónir yfir. Og það er lærdómur. Að ganga með Kristi er að hann trónir yfir. Engin annar. Og það er góð biti. Og ég vil ekki skipta. Og ég ætla að halda þessu áfram í Jesú nafni. En það er komið tími
Og Konráður Rúnar Friðriksson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.